Í myndinni má sjá þríeinn réttindan þríhyrning. Það þríhyrningarnir AFD, AFD og ADE, sem þessi ADE, eru innbyggðir í þríhyrningin ACB, sem þessi hér. Byrjaðu á því að finna lengdina AB og síðan lengdirnar X og Y. Sjáðu til, í þessum þríhyrning stóra, stærsta þríhyrningnum, þá veit ég þessa hlið AC. Jú, hún nefnilega þessi 8 pluss þessi 7. Þannig að samtals þessi hlið 15. Ég veit þessa hlið hér, BC, hún 8, þannig ég get nota Pýþagóras að finna þessa langhlið. Svo fer ég bara í hlutfallareikningin til þess að finna út X-ið og Y-ið. Það er að segja, ég nota stærsta þríhyrningin á móti þessum minnsta hérna, ADF, til þess að finna X-hliðina. Og svo ger ég aftur nýtt dæmi, þar sem ég nota hlutfallareikningin aftur, þar sem ég nota stóra þríhyrningin, ACB, og finn þá út í þríhyrningnum ADE. Þannig að ég nota hlutfallareikningin tvisvar til að finna X-ið fyrst og svo aftur til að finna Y-ið. Nú ef þú treystir þess að halda áfram á eins bítur, þá skaltu stöðva myndbandi hér og reikna dæmið, annars birtist lausnin hér eftir augnablik. Í myndinni má sjá þríeinn réttindan þríhyrning. Það þríhyrningarnir AFD og ADE eru innbyggðir inn í þríhyrningin ACB. Byrjaðu að finna lengdina AB og síðan lengdirnar X og Y. Ok, byrjum að finna AB. AB þessi hlið hér frá A til B. Og þetta 90 gráðu þríhyrningur og ég veit 3 hliðar. Ég veit 2 hliðar. Ég veit 8 pluss 7 sem samtals eru 15 og ég veit þessa hlið hér sem 8. Báðar þessar hliðar eru skammhliðar. AB hliðin langhlið, þannig að þegar ég setur Pýþagóras, skammhlið í öðruveldi pluss hinn skammhliðin í öðruveldi jafnt og langhliðin í öðruveldi, þá get ég sett inn fyrir skammhliðarnar 15 í öðruveldi og 8 í öðruveldi. Langhliðin óþekkt. Reiknum út 15 í öðruveldi, það 225 og 8 í öðruveldi 64. Þannig að C í öðruveldi, það að segja langhliðin í öðruveldi, þá jafnt og þessar 2 tölur lagðar saman eða 289. Þá ég bara eftir að taka kvadratrótina af C-inu, því að ég þarf að losna við annarveldi, þá tek ég kvadratrótina og ef ég gerir það öðru megin, þá ég gera sama hinum megin. Þannig að eftir stendur 1C sem að táknar hliðin AB þá jafnt og kvadratrótina af 289 eða 17. Þannig að þessi AB hlið þá 17. Nú, til þess að finna X-ið, þá verð ég að fara í hlutfallareikningin. Ég get nefnilega ekki farið í Pýþagóras, því ef ég horfa á þennan þríhyrning hérna, ADF, þá veit ég bara eina hlið. Þannig að ekki virkar Pýþagóras þar. En það vill þannig til að þetta einslaga þríhyrningur sem þýðir ég get nota hlutfallareikningin til þess að finna út hvað X-ið Því ef ég horfi á stóra þríhyrningin, ACB, þá veit ég allar hliðarnar. En ADF nákvæmnis þríhyrningur bara minni og ég veit eina hlið, notum hlutfallareikningin. Byrjum þó á því að lita hornin. Hér í stóra þríhyrningnum C-hornin 90 gráður, ég lita það gult. Í minnsta þríhyrningnum hérna, ADF, þá þetta 90 gráður horn og ég lita það gult líka. Þetta A-horn eins í bæði stóra þríhyrningnum, ACB, og í þríhyrningnum ADF. Þannig að einu hornin sem eftir þetta rauða hérna í litla og rauða horni í stóra, þau geta þá bara verið eins. Þannig ég lita þau með rauðu. Þannig nú öll hornin litakóðuð. Ég ætla að finna hérna X-ið. X-ið gul rauða hliðin í litla.
setjum það hér. Hver er gulrauð í stóra? Jú, það er þessi 8, þannig að ég setja hana á móti. Hinum megin í jöfnunni verð ég að setja þær tvær hliðar sem ég veit í litla og stóra. Og eina hliðin sem ég veit í litla er blárauða hliðin, hún er 8. Blárauð í stóra er þá þessi AB hlið sem ég var að reikna, hún er 17, þannig að hér setjum ég það upp. Svo margfaldum við í kross, 17 sinnum x, það er hérna megin, hinum megin kemur þá 8 sinnum 8 og það er þá komið þar. Klárum 8 sinnum 8, það er 64, þannig að við erum með 17x er jafnt og 64. Ég þarf þá að losna við 17 frá x-inu, þannig að ég geri deilingu hérna og ef ég geri það öðru megin, þá verður ég að gera það sama hinum megin. Þannig að 1x er jafnt og 64 deilt með 17 er 3,765. Þá erum við komið með x-ið. En þá er það y-ið. Þá er að finna y-ið. Kíkjum á það. Til þess að finna y-ið þá hef ég litakóðað myndina aftur upp á nýtt. Það er að segja, það vill henni til nefnilega að í þríðningnum a, d, y, að þetta er einslaga þríðningur, hann liggur eins og er nákvæmlega eins og stóri þríðningurinn a, c, b. Því sjáðu til, ef við horfum á stóri þríðningin og horfum á 90 gráðu hornið hér og litum það gult, þá er 90 gráðu hornið í þríðningnum a, d, e, það er þetta horn hér. Bláa hornið er það sama í bæði litla og stóra þríðningnum og eina hornið sem eftir er þetta rauða hér í litla og þetta rauða hér í stóra og þau eru þá eins, þannig ég lita þau rauð. Nú, við erum að fara að finna y-ið, þannig að við erum að fara að gera eiginlega mjög svipað og við gerum þess að finna x-ið. Y-línan í litla er gulrauða hliðin í litla. Gulrauða hliðin í stóra er þá þessi 8. Þannig að við setjum inn þær tölur. Gulrauð í litla móti gulrauð í stóra. Hinum megin þurfa að vera tvær hliðar sem við þekkjum, bæði úr litla og stóra. Og eina hliði sem ég veit úr litla er þessi blágula hlið, hún er 8. Og hliðin sem ég er úr stóra þríðningnum, sem er blágul, er þessi 8 + 7 eða 15. Þannig að hér er ég búinn að setja upp jöfnuna og ég margfalda þá í kross, eins og þetta merki táknar. 15 sinnum y, það kemur hérna megin, og 8 sinnum 8 kemur hinum megin. 8 sinnum 8 er 64, þannig að við erum með 15y jafnt og 64. Ég þarf þá að losna við þetta 15 og deili það með því og gera það báðum megin. Þannig að 15 á móti 15 verður 1y, en hinum megin stendur þá 64 deilt með 15 eða 4,267, þannig að það er y-ið 4,267.